velkomin á listahátíð barna og ungmenna. Þetta í rauninni í 20. skiptið sem Listasafn Reykjanesbæjar setur upp svona stóra hátíð með börnum og ungmennum í Reykjanesbæ. Í eitt skiptið þá fór ég, safnstjóri, bara að heimsækja alla leikskóla og grunnskóla bæjarins að skoða hvað þau voru að gera og það gerði ég með kvikmyndagerðarmanni. Þannig að það gæti orðið listahátíð barna og ungmenna þó að það væri COVID. Þannig ef við teljum hana með, þá er þetta 20. skiptið. Núna þá eru allir leikskólarnir, þeir eru að vinna með Orð eru ævintýr og þetta er út úr bók sem að allir leikskólarnir í Reykjanesbæ eru að nota og útskýrir mjög vel uppruna orðana en með myndum. Þannig að það er ótrúlega spennandi að sjá hvað hefur út úr þessu komið. En það eru börnin algjörlega þannig að þau ákveða hvað þau vilja gera. Mér langar að sýna ykkur hérna nokkur verk sem er ekkert alveg augljóst. Það er nefnilega svolítið þannig að annaðhvort þá erum við hérna að tala um tannheilsu eða nammi og afmæli og sætindi. Við erum svolítið upptekin af þessu í ár. En þetta nefnilega er tönn. Og tönnin, hún er með alls konar svona bara skíta því þau eru búin að vera að borða Pepsi og hlaup og alls konar svoleiðis. Og það skítur utan á tönninni og þetta er bara alveg eins og Jens. Jens er alveg 100% með tannpínu. Og það sem meira er, og svo er bara allt dimmt inni. Hún er að rotna innan frá. Passið ykkur krakkar, þetta má ekki gerast. Og svo eru hérna alveg ótrúlega mikið af búðum, nammibúðum, alls konar. Til dæmis eins og hér. Hér er nú aldeilis góðgæti pulsur og þvottavél meira segja og alls konar sem hægt er að kaupa í þessari búð. Og hérna erum við að halda upp afmæli. Þarna eru allir vinirnir samankomnir til þess að fagna í afmælinu og borða stóra köku. Þannig þarf maður nú aldeilis að tannbursta sig á eftir. Síðan er hér er bara alveg frábær búð, ein girnilegasta verslun sem ég hef augum litið. Þetta er nú ekki smá listamenn sem hafa séð þetta, en aftur mun að bursta tennurnar á eftir. Og síðan þá náttúrulega núna, í þetta skiptið, þá vorum við svo heppin að Barnamenningarsjóður, hann bara styrkti hátíðina. Þannig að við gátum gert alls konar sem við erum ekki alltaf að gera. Þannig að við fengum listamenn til þess að vinna með öllum grunnskólum í Reykjanesbæ og þau ákveðu að vinna með hugtakið hreyfingu. Baun barna og ungmennahátíð í Reykjanesbæ, hún hefst núna 2. maí og er til 11. maí. Og það eru ótrúlega margir fjölbreyttir viðburðir á dagskrá á Baun í ár. Við erum með baunabréfið eins og áður, þar sem að öll leikskólabörn og 1. til 7. bekkur í grunnskólum fá baunabréfið, þar sem að þau fara allan bæ í alls konar skemmtileg verkefni. Það eru viðburðir, það eru þrautastöðvar og svo stimpilstöðvar sem við fá stimpil í baunabréfið. Og svo erum við með nýtt sem heitir Baun Plus. Og það er sko fyrir 8. til 10. bekk. Og það er svona QR-kóða leiðangur þar sem að þau fara líka bæinn. Hvað er í rauninni að gerast á Baun? Hvað er í rauninni að gerast á Baun? Sko, það sem er að gerast á Baun er bara að við erum að vekja athygli á því sem er í gangi í bæjarfélaginu, sem hægt að gera fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur þeirra í bæjarfélaginu. Auk þess að vera með alls konar skemmtilega svona auka viðburði eins og til dæmis bara skessuskokkið. Svo erum við með rosalega fjölbreytta viðburði í félagsmiðstöðunum okkar, Brúnni á Ásbrú og Fjörheimum. Og já, ég myndi segja að það væri bara, við erum að vekja athygli á því sem að vel er gert í bænum, því sem hægt er að gera í bænum og lyfta því upp með alls konar skemmtilega viðburðum. Þannig að þetta hérna, það sé aldrei eftir að vera í bænum, það er bara kjaftæði? Það er kjaftæði. Það er hægt að gera rosalega margt í bænum og sérstaklega á Baun. Er Baun alltaf að stækka?
Já, ég myndi segja það, en það auðvitað viss áskorun vegna þess að bærinn okkar svo mikið að stækka. Þannig að til dæmis smiðjurnar sem við erum með, við höfum verið með 3 smiðjur á báðar helgarnar á 3 stöðum, en núna erum við með 2 smiðjur á 4 stöðum. Þannig að við erum alltaf einhvern veginn að reyna að fylgja þessum vaxtarverkjum eftir. Þannig að Baun að stækka, bærinn okkar að stækka, það allt að stækka. Hvar fáum við þessi baunabréf? Baunabréfin fá börnin í leikskólanum og grunnskólanum, en svo hægt að fara í Dús safnahús, Vatnaveröld og bókasafnið, Stapasafn og fá baunabréf. Ef það datt í drullupoll eða ef þú ert bara kannski ekki úr Reykjanesbæ og fékkst ekki baunabréf, þá getur þú fengið þar. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is.